Ég heiti Einar og verkfræðingur á hönnunardeild Vegagerðarinnar og að fást við brýr alla daga og fekk hérna beta útgáfu kolefnisreikningsins til prufu og ætlaði að segja aðeins frá því. En svona aðeins inngangur þá eigum við hjá Vegagerðinni og rekum brúarsafn sem telur rúmlega 1200 brýr á landinu öllu og þær eru orðnar svona misgamlar. Þetta glæri sem ég fekk að láni hjá kollega mínum sem með umsjón með brúarsafnið. Og það staðan nú þannig að brýr hafa ekki verið að endast kannski meira en miðað við 80 ár, sem þýðir það að brýr sem eru byggðar 1944 eða fyrr séu svolítið svona eiginlega afskrifaðar. Þannig að á þessum, það sjáum að það lengst til vinstri á glærunni að það eru kannski eitthvað 100 brýr sem að þarfnast útskipta á komandi árum og þess vegna kannski ennþá mikilvægt að huga að því hvernig við stöndum að því og höfum, eins og hefur framkomið, mikil tækifæri til þess að hafa áhrif strax í hönnun þessara mannvirkja. Því að einhver sagði að grænasta byggingin eða mannvirkið er byggingin sem þú byggir ekki. Þannig að það svo fyrsti kostur að sleppa því byggja. Það kannski ekki raunhæft hjá okkur. Og svo annar valkostur að endurnýta það sem til fyrir. Og í einhverjum tilfellum það hægt, en við berum saman einhverjar gamlar brýr og hvað sem eru komnar til ára sinna, hvað eru hannaðar fyrir. Þetta svona dæmi þungaflutning á 80 ára gamalli brú, 20 tonna ökutæki. En í dag erum við náttúrulega með allt annað álag á vegum okkar og í innviðum og þetta myndum kannski segja við myndum flytja margar gamlar þungaflutningavélar í dag í einu bretti. Sem þýðir það þá, já, við erum kannski í þeim stað, við getum ekki sleppt í að byggja, við getum ekki heldur endurnýtt allt sem gamalt. Þannig að það sem við þurfum að byggja nýtt þurfum við að byggja skynsamlega og huga að kolefnisspori mannvirkjanna til þess að hafa jákvæð áhrif. Nú, ég með eitt sýnidæmi hérna sem staðsett á Skógarströnd á norðanverðu Snæfellsnesinu og það brú á Svínafossá sem hérna cirka 17 metra brú, byggð árið 1950, 74 ára, fekk svolítið mikið viðhald á landstöflum fyrir 40 árum síðan. En þið sjáu að það farin að springa svolítið vel þarna frá. Þetta náttúrulega einbreið brú, steypan léleg, hönnuð fyrir náttúrulega bara allt annað álag. Ég held að ráðandi álag fyrir svona mannvirki hafi jafnvel bara verið flutningur á sauðfé. Það að segja 500 kíló á fermeter, það var svona oft ráðandi álag. Meira heldur en þessi tæki sem við sjáum aka vegi landsins í dag. Nú, við gerð frumdraga þá byrjum við að skoða einhverja valkosti. Fyrsti kostur þegar við skoðum nýja veglínu þarna aðeins neðan við núverandi brú að byggja bara jafn stutta brú, eins stutta og við komumst kannski upp með að við vatnafar, jánni og flóð og svoleiðis. En þá sjáum við að það verða svolítið háir stöplarnir og mikil fylling sem telur líka og vegna bara landslagsins í landinu þessum ræðir og þá fer maður að skoða kannski hægt að teygja aðeins úr henni, minnka magn fyllinga, minnka stöpla og svo jafnvel þriðji kosturinn þörf á brú, getum við sett niður stálbúaræsi á steyptum undirstöðum. Þetta bara svona eitthvað sem verið að reifa á strax á frumdraga stigi og svona óháð mati á kolefnisspori. Þetta bara kannski hefðbundið. Nú, næsta skref þá að meta og bera saman svo kosti með tilliti til kostnaðar og þetta bara hefðbundið og við myndum stilla upp magntölum inn í FK-kerfi Vegagerðarinnar sem heldur utan einingaverð úr útboðum og við fáum þá heildaverð. Ég aðeins búinn að fela hérna upplýsingarnar, það kannski ekki eitthvað svo heilagt en þið sjáu svona dæmi hérna verkþáttur
2 eru fyrir mót, 84 3 fyrir járnalögn í steipuna og svo framvegis og þarna eru bara magntölur og svo fáum við einingaverð og út fáum við heildarverð. Þetta bara svona svolítið bara staðla og þá getum við borið saman þessa 3 kosti bara með tilliti til verðs og þetta kannski það sem við hefum séð hefðbundið. Og þá stígur Loki inn í myndina og við fáum þetta, ég fæ þetta bara í hendurnar sem Excel-skjal, hentar bara mjög vel fyrir verkfræðinga sem eru frekar ferkantaðir og finnst þægilegt að vinna með Excel-töflur, það er bara einhver fegurð í því. Og maður byrjar bara með leiðbeiningasíðu, ég fór inn í forsíðu, ég get slegið inn upplýsingar verkefnið og þetta leiðir mann svolítið bara áfram. Ég geri núna bara, sem til að sýna ykkur dæmið, það var ég bara að horfa á þessa einu brú, ég ekki að hugsa um vegagerð á Skógarströndinni í þessu tilfelli, en ég býð þetta til eina línu fyrir brúna mína, hvað hún löng, hvað hún breið, og upplýsingar verkefnið þarna vinstra megin, áætluð umferð, og þarna framkvæmdastig frumdrög með tilheyrandi óvissustigi. Og svo þegar ég var sáttur við það, held ég áfram bara innsláttarflipan fyrir brýr og þarna erum við bara komin með, eins og Magnús sagði, bara þessi kunnulegu númer fyrir okkur hönnuði. Þetta eru úr verkþáttaskrá Vegagerðarinnar og allt til staðar og svo bara fylla út í það sem á við og hér búin að fylla út í bergskeringar sem gert ráð fyrir og heldur áfram niður í sama flipa og þá maður komið niður í þessi 80 númer sem eru mest kunnuleg fyrir okkur sem erum að vinna með brýr. Við sjáum hérna mót, járnalögn, steypa og svo framvegis og þarna fyllum við bara út í hvaða magn við erum að vinna með og þeir sem við erum ekki verið að nota bara 0 og bara þessi tenging við, þetta þannig séð engin viðbótar vinna, það búið að taka saman allar þessar magntölur fyrir kostnaðaráætlun, þannig að þetta í rauninni bara að grípa þær magntölur og henda þeim inn í viðeigandi reiti, þannig að mót, járnalögn og spenntir kaplar. Nú, maður þurfti aðeins að átta sig á aðstæðum, við erum cirka 140 km frá höfuðborgarsvæðinu, það sem var áætlar að flutningurinn á sér stað og þetta svo það sjóflutningsleiðin en hún sjálfgefin þarna í þessu tilfelli 2800 km og ég sem engin LCA sérfræðingur ætla bara að nýta með þetta í þessum samanburði. Ef að við vissum hvaðan efnið væri að koma, sérstaklega frá Kína eða frá einhverjum öðrum heimshluta þá myndi það auðvitað hafa svolítið vægi en þetta svona nokkurn veginn siglt frá Evrópu. Og ég gerði ekki mikið, ég tók bara magntölurnar mínar úr kostnaðaráætlun, slóð þeim þarna inn og fæ þá þessar niðurstöður í niðurstöðuflipanum fyrir brýr og þá sé ég bara strax hérna, ég veit ekki hvort að músin sjáist á skjá, nei í töflunni þarna til vinstri þá fæ ég að þarna ég komið 290 tonn af CO2 ígildi fyrir þá þennan fyrsta kost sem ég var að skoða og eins og fermetra verðið fyrir kólunni þarna komið í einhver 1,9 tonn og svo hérna dæmi þessar upplýsingar sem eru í niðurstöðukaflanum, maður getur skoðað eftir fösum, þetta þessi öflun, hráefna, þetta flutningur, þetta rekstur og endurnýjun og fleiri niðurstöður og þarna vinstra megin sjá þessa töflu, þarna eru aftur komin í þetta kunnulega umhverfi með verkþáttaskrá, bara hvað nákvæmlega mótin að losa, hvað slagbænda járnlögnin að losa og svo framvegis og maður getur aðeins mellt þetta og skoðað. En í þessari vinnu þá eru líka sér maður að maður fer lengra inn í skjalið, eru losunarstuðlar og þarna ég búin að grípa fram þarna til dæmis fyrir járnalögn
í steypu. Ég var ekkert að eiga við fyrirframgefna gildið eins og með sjóflutningin. Ég notaði bara það sem var til staðar, en ef maður kafar hans í gögn sem eru til frá mismunandi framleiðendum, þá getur séð að margir eiga til svona vottanir fyrir hvað þeirra vara að losa mikið, og ég tók sem dæmi, hérna sænskur Birgi sem að framleiðir kamstál í Litáen, og hann búinn að gefa upp bara tölur losun fyrir þessa mismunandi fasa, A1 til 3, A4, A5, sem að við þekkjum úr okkar reikni, og þannig séð væri hægt að yfirskrifa gildið og vinna með. Þá þarna í þessu tilfelli þá lægra gildi 0,5 með við 0,69 í þessu staðlaða, en á þessu frumdara stigi þá skiptir þetta ekki öllu máli, en ef við værum að fara út í verkhönnun og værum að reyna að ná niður, þá getum við mögulega sett fram kröfu að ná birgja sem að væri með vottun vöru sem að með lægri losunarstuðla heldur en gengur og gerist. En þetta bara, niðurstaðan svo að við erum með ennþá 3 valkosti sem að við erum að bera hefðbundið að bera saman krónur, og nú getum við líka borið saman með einföldum hætti kíló eða tonn CO2, og það sem áhugavert að sjá að brú sem þarna 17 metrar í einu hafi samanborið við rúmlega 40 metra í 3 höfum, að það ekki þessi rosalegi munur á þessum tveimur kostum, og það hefur eitthvað að gera líka með að við erum að horfa á minna magn af steypu í stöplum, og við erum að horfa á miklu minni fyllingar, en þó hærra tölugildi vissulega, og eins og Magnús talaði að hafa eitthvað viðmið, að ég tók þetta líka saman hérna, hvað verið að losa mikið á fermeter, og þá sjáum við það að lengri brúin, sem kannski fellur best inn í landslagið, hún líka með lægsta kolefnisspor á fermeter, en kannski ósanngjarn samanburður mögulega við stálplöturæsið, þar sem að fermeternir eiga kannski ekki alveg jafnt við, en svo þetta þá bara upplýsingagjöf til eiganda mannvirkisins. Í þessu dæmi það vestursvæði Vegagerðarinnar, og það hægt að vinna þá áfram inn næsta hönnustig, forhönnun og svo verkhönnun, og velja hvaða kost á að velja. Þetta bara þá viðbótar tól fyrir eigendur mannvirkjanna til þess að vinna áfram, og eins og hefur framkomið, jafnvel setja sér þá markmið þann kost að vinna áfram með, og reyna mögulega að vinna einhverjum ákveðnum þáttum í hönnuninni eða öðrum kröfum til þess að ná niður þessari tölu. Svona í hnotskurn þá var þetta nú bara mjög þægilegt að vinna með kolefnisreiknin. Ég ekki með neina sérfræði þekkingu og lífsferilsgreiningum, en tókst svona mjög hnökralaust að komast í gegnum þetta, og ég get séð það að þetta sérstaklega gagnlegt tól þegar við erum að bera saman valkosti, fleiri en einn, og ég held að þetta verði mikilvægt tól fyrir okkur hönnuði og eigendur mannvirkja til framtíðar, til þess að hafa jákvæð áhrif á þessa uppbyggingu sem að, eins og ég kom inn á í byrjun fyrirlestarins, óhjákvæmilega þurfum að sinna og gera. Þannig að takk fyrir mig.